Fjöldi þeirra sem standa utan trúfélaga hefur nærri því þrefaldast frá áramótum. Maður sem skráði sig úr þjóðkirkjunni fyrir tæpum 10 árum segir að aðdragandinn hafi verið langur. Ég held í rauninni ég hafi aldrei átt að vera í þjóðkirkjunni. Ég er svo örugglega eins og mjög margir Íslendingar. Ég fer í þjóðkirkjuna við fæðingu og þar bara án þess að vera kannski trúaður en ég pæla mikið í þessu. Svo svona og eftir fermingu fer maður kannski að hugsa sem er þetta og skoða þetta og þá eru lengur mann átt að má og ég sé alveg trúlaus. Langflestir sem skrá sig úr þjóðkirkjunni kjósa að standa utan trúfélaga. Þegar Hagstofan hóf að skrá mannfjölda eftir trúfélögum árið 1998 voru 5.600 manns utan trúfélaga á Íslandi. Í upphafi þessa árs taldi hópurinn 17.000 manns, meirihlutinn karlmenn. Ástæður þess að fólk kann að standa utan trúfélaga geti verið æði misjafnar. Orri Freyr sem er bæði skírður og femtur í þjóðkirkjunni segist hafa áttað sig á því snemma á unglingsárunum að þar ætti hann ekki heima. En ákvörðun úrsögn hafi verið tekin í framhaldsskóla. Fyrir mig var held ég rétt ákvörðun að standa bara algjörlega utan trúfélaga og ég skoðaði aldrei neitt annað. En það var kannski af því að ég gekk úr þjóðkirkjunni á þeirri forsendu að ég sé trúlaus og trúi ekki á Guð eða eitthvað sambærilegt. En örugglega fyrir marga sem eru kannski ósáttir með hvernig kirkjan kemur fram og kirkjun og þjóðkirkja Íslands sem einhverja stofnun, fyrir þá er örugglega sniðugt að hafa aðra valmöguleika